Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Til mín komin hún Jenný Lára Arnórsdóttir, en hún í 2 leikhópum hérna á svæðinu sem fengu ríflegar úthlutanir í listamannalaunum og styrkjum til atvinnuleikhópa hér á dögunum. Til hamingju, Jenný Lára, og velkomin. Já, takk fyrir það, takk. Segðu okkur aðeins þessi verkefni sem voru að fá svona góða styrki. Getur sagt okkur aðeins um þau? Já, ekkert mál. Hérna, sem sagt, annað verkefnið, það er með leikhópnum Arctic. Já. Og við fengum sem sagt styrk til að setja upp Skjaldmeyjar hafsins sem verður frumsýnt núna í lok mars, 28. mars held ég sé að muna alveg örugglega rétt. Þið eru bara að æfa á fullu. Við erum að æfa á fullu núna bara og hérna, já, við fengum sem sagt 12 mánuði í listamannalaun sem skiptist síðan niður á allan hópinn. Já. Við erum 8 saman. Já. Og síðan alveg vænan styrk þannig til atvinnuleikhópa. Sem gerir ykkur kleift bara að setja upp bara vandaða, flotta sýningu með öllum meðlum sem að þarf. Algjörlega. Í samstarfi við leikfélagið? Já, í samstarfi við leikfélagið, sko. Við erum þarna í þessu gróðurhúsaverkefni. Já. Hjá þeim og ég held að það hafi líka bara skipt ótrúlega miklu máli í þessu. Já, að vera í því, sko. Já. Þannig að við getum í rauninni bara eitt miklu meiri orku í þetta heldur en við hefum kannski gert áður. Við getum fjármagna þetta alveg í blóðspreng einhvern veginn. Já. Og Skjaldmeyjar hafsins, þetta fjallar eiginkonur sjómanna. Já, ég sem sagt fór og tók viðtöl við eiginkonur sjómanna hérna á Norðausturlandi og líka aðeins á Austurlandi, Stalstaðins þanga líka. Já. Og síðan núna búin að vinna bara einu og líka síðan núna með leikhópnum að setja saman handrit úr þessum viðtölum og við munum sem sagt hitta 3 eiginkonur sjómanna sem segja frá sínu lífi. Þú eru áður unnið svona heimildarleikhús. Já. Með skóm, man ég. Já, það voru ástarsögurnar. Ég gerði hérna... Það tók líka viðtöl. Já, það tók ég líka viðtöl og það var svona ástarsögur Norðlendinga. Skemmtilegt, svona þema hjá þér. Já, og það var sýnt fyrir 2 árum hjá leikfélaginu. Já. Og svo það hinn leikhópurinn, Umskiptingar. Umskiptingar, já. Segðu líka aðeins frá því. Heyrðu, við fengum líka listamannalaun og mjög góðan styrk frá leiklistarráði til atvinnuleikhópa. Já. Og erum semst að fara að gera barnaleikrit. Já. Og vinna því sem og verk og svona vinnutitillinn Þjóðsagan sem fer út þúfur. Skemmtilegt. Já, það mjög skemmtilegt og hérna, það kannski margir sem halda að þetta verði eitthvað svona eins og Ævar Þór að gera með þjóðsögurnar, en þetta ekki alveg þannig. Þetta meira, það pínuspunni í hverri sýningu, en það ekki beint verið að velja kannski einhverja leiðir, sko, þó að það sé hægt að koma með einhverjar hugmyndir, uppástungur, sko. Það fyrir að virkja áhorfendur svolítið í verkefni. Já. Þetta snýst semst það kennari í grunnskóla sem að finnst bara þessi þjóðsagnaarfur vera að deyja út. Þannig að hann lætur krakkana í bekknum byrja að búa til nýjar þjóðsögur. Og þau verða að fara eftir þessum þjóðsagnaminnum og fer yfir það og síðan tekur hann 2 krakka upp sem verða samt leikarar og fær þau til að byrja að segja sögu. Og þetta mun fara út allt og við sjáum síðan persónurnar bara lifna við á sviðinu og það að nota svona kannski þjóðsögur sem til eru? Nei, þið ætlaði bara að búa til nýtt? Bara búa til nýja þjóðsögur. Já. Þannig að spennandi. Og hvenær haldið þið getið byrjað að æfa þetta? Það eitthvað komið á hreint? Það ekki alveg komið á hreint. Nei, þið eru stór leikhópur og... Já, og við erum aðeins að fá, sko, af því að við erum náttúrulega 4 stelpur og 1 strákur. Við erum stelpur og strákar en þá, sko. Já. Að hérna þá ætlum við að fá hann Jóhann með okkur í lið. Já. Og hérna til þess að það sé ekki bara eintóma stelpur á sviðinu. Já. Strákarnir hafa eitthvað svona til að spegla sig. Já. Og verðum síðan með góðan hóp af fólki kringum okkur líka. Já. En ef við teljum upp leikarana í þessum hópi? Já, það Margrét Sverris, Birna Péturs, Sesselja Ólafs, ég og hann Vilhjálmur. Já. Og svo bætist Jóhann Axel við. Og fáið svo utanaðkomandi leikstjóra eða? Já. Fáum utanaðkomandi leikstjóra. Katrín mist alltaf að vera með hreyfingarnar fyrir okkur. Þetta verður svona, og vandræðaskáldin alltaf búa til tónlist og texta til að hafa. Leikrit með söngum eða söngleikur jafnvel? Leikrit með söngum. Akkurat. Það nóg að vera hér, það vantar ekki.
Og ætlar aftur að taka þér svona listasumar eða? Nei, því miður. Það fara einhver annar að sjá það? Já, það fara einhver annar. Þetta búið að vera ansi mikill sprettur hjá mér núna undanfarin ár, þannig að En nú getur þú kannski bara sinnt þessum 2 verkefnum. Já, einmitt, maður þarf ekki að vera að vinna hérna. Alveg myrkran á milli. Einmitt, til að geta þetta. En nú ertu bara að fara að hlaupa á æfingu skjaldmeyjana eða Arctic. Já, algjörlega. Og frumsýningin á skjaldmeyjanum? 28. mars og svo verða bara 3 sýningar. Já. Það er 28. mars, 5. apríl og 12. apríl. Þannig að að gera að hafa hraðar hendur. Er miðasalan farin í gang? Já, hún er farin í gang. Á mag.is? Já, þannig að það er bara ekki að hika. Verður þetta dramatískt, verður þetta sorglegt, verður þetta fyndið? Veistu eitthvað hvernig það verður? Allt. Allt í bland. Þetta er bara lífið. Þetta er bara kokteil. Já. Takk hella fyrir að koma og segja okkur frá þessum spennandi verkefnum og til hamingju með bara þessa velgengni. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að fá mig.